Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er kölluð út daglega vegna ítrekaðra ofbeldisbrota barna og unglinga. Brotum hefur fjölgað og þau eru orðin alvarlegri. Rússar gerðu árásir á orkuinnviði í Úkraínu í nótt þrátt fyrir að hafa samþykkt hlé á þess konar árásum. Zelenskí og Trump ræddu saman í síma í dag. Fjölga á úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda og byggja hjúkrunarheimili víða land. Þetta er hluti af 5 milljarða pakka sem ríkið tók yfir frá sveitarfélögunum í dag. Áætlað er að heildarvirði grásleppukvótans sem nú er gefin út í fyrsta sinn sé allt að 5 milljarðar króna. Sjómenn eru afar óánægðir með skipulag veiðanna í nýju kerfi. Bandaríkjamaður sem fannst kaldur og hrakinn í Loðmundarfirði í síðustu viku þakkar þykkri úlpu að hann náði að halda á sér hita í 4 nætur undir berum himni. Komið þið sæl. Ofbeldisbrotum barna hefur fjölgað og brotin eru orðin alvarlegri að sögn lögreglu. Nær daglega er lögregla kölluð til vegna barna eða unglinga. Foreldrar barna í Breiðholti hafa lýst þungum áhyggjum af ofbeldisöldu í hverfinu og hópi unglinga sem ítrekað beitir ofbeldi eða fremur skemmdarverk. Þannig eru dæmi að börn treysti sér ekki lengur til að mæta í skólan. Við höfum auðvitað orðið vör við aukningu í tilkynningum slagsmál og ofbeldisbrot. Þannig við verðum vissulega völ við þetta. Það hefur líka verið skapast ástand viðsvegar borginni í kringum slagsmál og svona einhvers konar ofbeldi ungmenna. Við höfum tölur það í okkar gögnum að bæði hafa ofbeldisbrotum ungmenna hefur fjölgað. En það er ekki síður það að ítrekuðum brotum hefur líka fjölgað. Lögregla sendir fjölmiðlum daglega skeyti með upplýsingum helstu verkefni. Þegar skeyti síðustu daga, frá föstudegi til miðvikudags, eru skoðuð, má sjá að lögregla var kölluð til á hverjum einasta degi vegna barna eða unglinga. Til dæmis vegna slagsmála, ofbeldis og hópamyndunar. Þá réðist hópur unglinga nýverið og 12 ára á barn við Kringluna og kastaði broti úr gangstéttarhellu í höfuðmanns sem var að koma úr strætó í Mjótinni. Við erum að sjá alvarlegri brot og því miður höfum við sorgleg dæmi þess að ofbeldi hafi leitt til andláta. Hún segir erfitt að segja til hvers vegna börn beiti ofbeldi í auknum mæli. Við höfum auðvitað séð bæði að ofbeldismyndbönd eru á samfélagsmiðlum og ganga á milli krakkana og í ákveðnum kreðsum þykir það flott að fólk sé hrætt við því að það sé verið að beita ofbeldi. Þá séu brotin ekki bundin við eitt hverfi. En við þurfum öll að leggjast á eitt og í rauninni senda út þau skilaboð að ofbeldi sé ekki í lagi og við viljum ekki vera með samfélag þar sem ofbeldi þrífst. Hjúkrunarheimili og þjónusta við börn með fjölþættan vanda verður alfarið á ábyrgð og kostnað ríkisins. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að þar með hafi ríkið loks tekið ábyrgð á verkefni sem það átti alltaf að sinna. Þetta var kynnt í Þjóðmenningarhúsinu í dag og orðin svo tímamót og þjóðarátak voru notuð til að lýsa samkomulaginu sem í stuttumáli felst í tvennu. Annars vegar tekur ríkið alfarið á sig kostnað við uppbyggingu hjúkrunarheimila en sveitarfélögin hafa hingað til borið 15% stofnkostnaðar. Hins vegar ríkið tekur á sig allan kostnað við þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem eru vistu utan heimilis og þetta er verðmiðinn. 4,5–5 milljarðar, eitthvað svoleiðis, börn með fjölþættan vanda 3 og hjúkrunarheimilin kannski 1,5–2. Við vorum að skrifa undir algjöran tímamóta samning. En hvað er að fara að gerast? Hvar verður þessi hjúkrunarheimili? Þau verða náttúrulega vítt og breytt landi og það eru komið vilyrði fyrir bæði Akureyri, Kópavogi, Reykjavík og út land þannig að Vík í Mýrdal og ýmsum stöðum. Það er alltaf mjög mikið í burðarliðnum og Hafnarfirði og nefndu það bara. Erum við að tala um á þessu ári? Ég held að það sé afskaplega hæpið. Úrræði hefur skort fyrir börn með fjölþættan vanda og með samkomulaginu stefnt að úrbótum. Ríkið tekur yfir kostnaðinn 1. júní og málaflokkina fullu áramót. Við erum að fara að byggja upp í Gunnarsholti, við erum að fara að byggja upp á Stöðlum, við erum að fara að byggja upp á Farsældartúni. Það hefur verið talað að það séu minnir 30–40 börn í þessum þyngstu úrræðum, þannig að það er verið að tala allavega fyrir þau.
Tilgangur fyrirkomulagsins að styrkja fjárhag sveitarfélagana, en með því að kosta þjónustu við börn með fjölþættan vanda voru þau, samkvæmt formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga, að sinna verkefni sem þeim bar ekki að gera. Sveitarfélögin litu aldrei svo að þetta væri sitt verkefni og í rauninni hefur það aldrei verið það. Þannig er ríkið í rauninni núna að gangast við verkefni sínu sem það sinnti ekki nægilega vel. Það er mat sveitarfélagana. Úkraínsk stjórnvöld saka Rússlandsher árásir á orkuinnviði í nótt þrátt fyrir að Pútín hafi í gær samþykkt 30 daga hlé á slíkum árásum. Í símtali við Trump í gær hafnaði Pútín allsherjarvopnahléi sem Úkraínumenn höfðu þegar samþykkt. Trump ræddi við Zelenský í síma í dag og segir í færslu á samfélagsmiðlum að samtalið hafi verið gott. Þá greinir fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins frá því að Trump heiti aðstoð við að endurheimta börn sem hefur verið rænt frá Úkraínu. Zelenský segir spjallið hafi verið opinskátt og jákvætt og að sendinefndir Úkraínu og Bandaríkjanna fundi á næstu dögum í Sádi-Arabíu. Úkraína og Rússland skiptust á 175 stríðsföngum í dag, líkt og samið hafði verið um. Коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, удари були, вражено було, на жаль, 2 лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Hér í Kiev var fréttum að mögulegu vopnahléi og stöðvun loftárása á orkuinnviði tekið með ákveðinni tortryggni. Kannski ekki að furða, það voru tugir dróna sem að svifu yfir borginni í nótt eins og reyndar flestar aðrar nætur. Well, it was not really a surprise because we are under the attack almost every single day and night here in Kiev, right? And in other peaceful cities of Ukraine. And it was just a surprise that the drone attack was exactly at the time when we have received the news that the United States think that Russia agreed to ceasefire or sort of ceasefire. And the attack was just going on. This is what we have been saying all this time, that we have been in ceasefire with Russia and it never works for us. I'm asking you as leader of one of the opposition parties, what has been the effect politically in Ukraine following the disastrous meeting of Zelensky and Trump in the White House recently and sort of everything that has happened after that? How is the opposition now regarding Zelensky as president and sort of his government? You know, Bjorn, Zelensky is a president who was elected by Ukrainian people, and we respect that. And it will be not up to American president or Russian president to tell the Ukrainian people when we elect our president. Sameinuðu þjóðirnar segja að starfsmaður á þeirra vegum hafi verið drepinn í árásum Ísraels hers á Gaza. Árásir héldu áfram í nótt eftir að 400 voru drepnir í gær. Hinn látni starfaði hjá UNOPS, verkefnaþjónustu Sameinuðu þjóðanna sem sér meðal annars framkvæmd neyðaraðstoðar á Gaza. 5 aðrir starfsmenn særðust alvarlega í árásinni, mistu jafnvel augu og útlimi. In my opinion, this was not an accident. It cannot be categorized as an accident. Israel knew that this was a UN premises, that people were living, staying and working there. Ísraels her hélt árásum sínum á Gaza áfram í nótt og í dag. Í gær gerði herinn stórfelldar árásir í fyrsta sinn í 2 mánuði og rauf þannig vopnahlé sem staðið hafði frá 19. janúar. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja að 436 hafi verið drepnir síðastliðna 2 daga. Stýrivextir eru komnir niður í 7,75% eftir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað að lækka vextina 0,25% stig. Lækkunin er í takti við það sem búist var við. Þetta er 4. vaxtalækkunin frá því lækkunarferlið hófst í haust en hæst fóru stýrivextir í 9,25%. Þrátt fyrir lækkunina er aðhald peningastefnunnar nær óbreytt þar sem vextir lækka nokkurn veginn í takt við verðbólgu frá síðustu ákvörðun. Seðlabankastjóri segir stefnuna virka. Við getum orðað þannig að svo stefna sem við höfum sett, sem er svo að vera með þétt raunvaxtaaðhald, mögulega eitthvað kringum 4%, og í rauninni lækka vexti samhliða því að verðbólgan lækkar, og hún hefur gengið upp. Við höfum séð verðbólgu í rauninni lækka jafnt og þétt síðustu 12 mánuði,
og þannig að þessi stefna að virka. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, ertu sammála seðlabankastjóra að þessi stefna sé að virka? Tilkostnaðurinn af þessari stefnu er mjög mikill og það er þannig að stýrivextir hafa verið mjög háir mjög lengi á Íslandi og fyrir ári síðan undirgekkst launafólk mjög svo hóflega launahækkanir sem voru lægri en verðbólga en stýrivextir hafa engu síður haldist mjög háir og þetta bítur virkilega fyrir heimilin í landinu. En þess vegna má heyra á orðum Ásgeirs að þetta sé kannski takturinn á næstunni. Teljið þið að svigrúmið sé meira? Já, ég myndi telja það. Raunvextir eru frekar háir á Íslandi og það gott fyrir þá sem eiga peninga en það vont fyrir þá sem að skulda, húsnæðislántakendur og fyrir þá sem að leigja. Þannig að það verið að verja ákveðna hópa samfélagsins í gegnum svona efnahagsóvissu en láta aðra hópa bera kostnaðinn. En svona þetta háa vaxtastig sem þú ert að tala gæti þetta leitt til svona samdráttar í efnahagslífinu að ykkar mati? Já, fyrst og fremst þá leiðir þetta til þess að það ekki hægt að taka á undirliggjandi vandamálum í íslensku samfélagi og undirliggjandi orsökum verðbólgunnar sem fyrst og fremst ólestur í húsnæðismálum. Og háir stýrivextir byggja ekki hús, þvert á móti, þá geta þeir komið í veg fyrir mjög nauðsynlega uppbyggingu á húsnæði en líka aðra innviða uppbyggingu sem mjög svo nauðsynleg. Ertu bjartsýn á að stýrivextir eigi eftir að lækka enn meira? Ég held að hljóta að gera það. Ég sé ekki hvers vegna þeir eiga að vera þetta háir og ég held að sé svolítið erfitt fyrir venjulegt fólk sem að borgar á lánunum sínum að vera sagt að annars vegar þá eigi það að bera byrðarnar þegar efnahagsástandið eitthvað slæmt en síðan eiga þau líka að bera byrðarnar af því þegar það óvissa. Og við lifum núna á óvissutímum, það verður óvissa ókomin tíma og það ekki hægt að segja venjulegt fólk að það þurfa að greiða há húsnæðislán vegna þess. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, takk fyrir að koma hingað til okkar. Og við snúum okkur að öðru. Grásleppu sjómenn eru margir afar ósáttir við upphavertíðarinnar og úthlutun kvóta í nýju umhverfi. Kvótasetningunni fylgi óvissa og vandræði þvert á það sem boðað var. Áætlað að heildarverðmæti grásleppukvótans sé allt að 5 milljarðar króna. Það bara rífandi gangur. Núna bara frá því helgi og eftir helgi. Lítur bara glæsilega út. Bara veiðin, nú vantar bara að gefa út meiri kvóta. Það mátti hefja grásleppuveiði byrjun febrúar í nýju umhverfi innan kvótakerfisins. Sigurður Kristinsson nýkominn úr síðasta róðrinum í bili. Upphafskvótinn sem hann fékk búinn og nú bíður hann eftir viðbót. Flest allir sem farnir voru til veiða eru stopp. Sigurður kláraði sitt á 5 dögum og hefði viljað meira. Já, ég hefði viljað fá svona 80% af því sem við höfum verið að veiða undanfarin ár. Þá hefði ég gett orðið samfella í veiðunum fram í apríl ef þeir alltaf draga okkur svo lengi á þessum kvóta. Er þetta upphaf öðruvísi en þið bjuggust við þegar að kvótinn var settur á? Já, allavega er þetta öðruvísi en ég átti von á. Ég átti ekki von á að þetta yrði opnað þetta 1. febrúar, mennum hleypt á stað og þeir sem vildu þá og eru svo löngu stopp. Þó vertíðin sé byrjuð enn óvíst hvað má veiða mikið. Sjómenn fengu bráðabirgðakvóta upp á 1200 tonn, rúman fjórðung af því sem mátti veiða í fyrra. 260 bátar fengu kvóta, áður hefðu rúmlega 400 haft leyfi til grásleppuveiða en þau voru ekki öll í notkun. Ef vertíðin á að standa undir kostnaði þarf að veiða minnst 15 tonn samkvæmt Landssambandi smábátaeigenda. Miðað við aflann í fyrra fær rúmlega helmingur minna en það, 13 bátar fá minna en 1 tonn. Fyrstu tilboð gefa til kynna að virði kvótans sé á bilinu 600 til 1500 krónur kílóið og því má ætla að kvótasetningin sé á bilinu 2 til 5 milljarða króna virði. 6 bátar hér á Húsavík fengu úthlutað grásleppukvóta en okkur skilst að aðeins 5 þeirra verði gerð út á vertíðinni. Sá 7. fekk ekki nema 2 tonn og það ekki talið borga sig að byrja fyrir svo lítið. Já, eins og í fyrra veit ég 22 tonn og ég fæ svona cirka 14-15 tonn ef að verður gefið út svona eitthvað álíka í fyrra. Það lágmark þess grásleppukvóta fyrir 1 bát sem Landssamband smábátaeigenda telur að þurfi til að útgerðin svari kostnaði. Já, það fylgir þessu líka dálítið að dóti, þessum veiðum. Verður búin að selja þennan kvóta eftir stuttan tíma eða hvað? Ég á nú ekki, ég ætla að vona ekki.
Það vonaði mér beri gæfa til þess að vera lengur allavega að klára starfsæfina á sjó. Ég bara vona að stjórnvöld ger ekki allt svo umhverfið svo leiðinlegt og fráhrindandi að maður gefist upp. Já, vonandi laga menn agnófan á þessu, gera þetta vænna, ég vona það. Bandaríkjamaður sem var týndur í 5 daga í Loðmundarfirði þakklátur þeim sem leituðu og björguðu honum. Hann sýndi mikla útsjónarsemi við að halda sér á sér hita í 4 nætur undir berum himni. Joey kominn aftur til Seyðisfjarðar og vildi hitta okkur í björgunarsveitahúsi Ísólfs til að segja sögu sína. Hann ástríðufullur listamaður og lagði upp í gönguferð seint kvöld. Ætlaði að koma sér fyrir í eyðibíli út með firði og sjá sólaruppbrásina. Hann gekk framhjá alla leið yfir í Loðmundarfjörð og hrapaði í klettum, meiddi sig í baki, mjöðum og fæti og treysti sér ekki tilbaka. Hann sýnir okkur hvernig hann stakk sér inn í lítinn skúta eða glöfu undir kletti, bjó til poka úr úlpunni og byggði upp skjólvegg. I built the wall up and I added sod with hay so that the wind would be less brutal. Hann lá úti 4 nætur í þessum fötum og segir þykka úlpuna hafa bjargað lífi sínu, ekki síður lambhúsettuna. And so if you do this, a lot of the heat gets trapped inside. And that is how I stayed warm. I would also lay down hay every night, fresh hay that was dry, and make sure that for at least a good portion of my evening, I could be comfortable as possible. Hann borðaði gras og ber ásamt öðru sem hann fann og reyndi að ná athygli sjófarenda með vasaljósi. Vinir óttuðust hann og voru farnir að grennslast fyrir. Þegar hann hafði verið týndur í 4 daga hófu þeir sjálfir leit kvöld og leituðu heila nótt. Björgunarsveitir voru síðan ræstar út morguninn eftir. Even doing this hurt my fingers. It was so painful. They weren't looking for me alive. They were looking for clothes and body parts. And when they found me, I heard they had the same reaction I did when I found them. Just bliss, total relief. And I still feel it. I really do. Magnús Karl Magnússon hlaut flest atkvæði í rektorskjöri Háskóla Íslands 33,6%. Kosningu lauk í dag, Silja Bára Ómarsdóttir fékk næst flest atkvæði eða 29,3%. 7 voru í framboði. Þar sem enginn hlaut meirihluta atkvæða verður kosið aftur á milli þeirra 2 í næstu viku. Annar fasi í stjórnarmyndunarviðræðum á Grænlandi hafinn. Jens Frederik Nielsen leiðtogi Democratit, sem fékk flest atkvæði í kosningunum í síðustu viku, hefur rætt við leiðtoga allra flokka. Hallgrímur Indriðason fréttamaður í Nuuk, höfuðstað Grænlands. Hallgrímur, hvernig hafa þessar viðræður þróast? Já, eftir að Democratit vann þessar þingkosningar fyrir rúmri viku þá fór Nielsen í það að ræða við fulltrúa allra flokka og hann hefur lagt mikla áherslu á það að hann vilji ná sem mestri samstöðu inn á þingi sem væntanlega það þýðir að það verði bara sem flestir sem taki þátt í þessari ríkisstjórn. En í gærkvöldi lýsti hans því svo yfir að nú kæmi umræðunar á næsta stig, hann myndi fara að tala við fleiri og hann sagði það líka að það hefði ekkert komið upp á í þessum viðræðum, enginn hefði dregið sig út, enginn hefði gert kröfu sem ekki væri hægt að uppfylla, þannig að það verður væntanlega kemur í ljós örugglega innan einhverja daga, svona hvernig þetta mun þróast áfram. Og hverjir, Hallgrímur, eru líklegasti til að mynda stjórnuna? Já, svona líklegasti 2 flokka meirihlutin þá meirihluti Democratit og Atakati flokks MUTB sem fráfarandi formaður landsstjórnar. Og miðað við hvernig Nielsen hefur talað þá nú líklegt að fleiri verði í þessari ríkisstjórn en hins vegar hefur hinn rótgróni Siumut flokkur, jafnaðarmannaflokkurinn sem tapaði mjög illa í þessum kosningum. Nýleiðtogi hans hefur lýst því yfir að líklega yrði flokkurinn utan ríkisstjórnar svona til þess að byggja sig upp þannig að svona miðað við það ólíklegt að hann verði með í þessari ríkisstjórn.
En Hallgrímur, þú ert í Nuuk á Grænlandi, hvernig er hljóðið í almenningi þar? Ja, greinilegt miðað við það sem við þá sem ég hef talað við, þau voru mjög hissa á úrslitum kosninganna en telja nú engu að síður þá líklegt í ljósi þeirra að demokratít fari með landsstjórnina. En maður heyri líka áhyggjur af þessum aukna áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi og ég ræddi við nokkra íbúa Nuuk og svona heyrði aðeins í hljóði hvað þeim fannst síðustu viðburði. Så du vil hellere en del af Danmark, en del af USA? Ja, jeg vil i hvert fald hellere have Danmark end USA. Ja. Men støtter du kravet om selvstændighed til Grønland? Når vi er klar til det, ikke nu. Så hvad synes du om resultatet i valget sidste uge? Jeg var overrasket, at det var demokraterne, der vandt. Jeg har forventet, at man skulle stå meget lige med partierne. Vil du så Grønland som selvstændig? På nuværende tidspunkt tror jeg, at det faktisk er ret farligt, hvis Grønland skulle stå selvstændig med den øgede interesse, der er fra USA og andre store magter. Men hvad synes du om interessen den amerikanske præsident har nu til Grønland? Vi har brug for Amerika, ikke præsidenten. Og vi kan ikke undgå dem, men præsidenten kan jeg ikke lide. Guðrún Sóley, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að rýna í áherslur fyrir Grindavík sem voru kynntar í gær og vöktu strax nokkuð sterk viðbrögð. Það eru Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður Hollvinafélags Grindavíkur og Árni Þór Sigurðsson, formaður Grindavíkur nefndar, sem ætla að reifa þessar áherslur og rýna í afleiðingar þeirra. Síðan kynnumst við Ilm, leiðtoga unga fólksins. Ágúst Kristinn heitir sá, heldur út í geysi vinsælum TikTok-reikningi þar sem hann kennir fólki listina að ilma vel. Frábært, mjög mikið því. Takk fyrir dag, Guðrún Sóley. En við lítum til veðurs. Skeil ganga austur yfir landið á morgun og má búast við stífri sunnanátt og dágóðri rigningu sunnan og vestanlands þegar skeilin fara yfir, en að baki þeim tekur við suðvestanátt með kólnandi veðri og éljum þegar framlíða stundir. En það verður nánar farið yfir horfur næstu dagar rétt og eftir, en fyrst skulum við sjá hvað er að frétta af íþróttum. Bikarúrslitavikan í körfubolta hélt áfram og í dag var komið að undanúrslitum karla. KR og Stjarnan mættust í vægast sagt spennuþrungum leik. Íslenska kvennalandsliðið spilar næstu heimaleiki sína á Þróttarvelli. Þorsteinn Halldórsson tilkynnti hópinn í dag. Það er allt rautt þarna á Þrótti, þannig að það þarf að líma ýmislegt á veggi og Davíð þarf að fara að gera eitthvað vitið þarna. Og Willum Þór Þórsson tilkynnti framboð sitt til forseta ISÍ í dag. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er kölluð út daglega vegna ítrekara ofbeldisbrota barna og unglinga. Brotum hefur fjölgað og þau eru orðin alvarlegri. Rússar gerðu árásir á orkuinnviði í Úkraínu í nótt þrátt fyrir að hafa samþykkt hlé á þess konar árásum. Zelenskí og Trump ræddu saman í síma í dag. Fjölga á úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda og byggja hjúkrunarheimili víða land. Þetta er hluti af 5 milljarða pakka sem ríkið tók yfir frá sveitarfélögunum í dag. Áætlað er að heildarvirði grásleppukvótans sem nú er gefin út í fyrsta sinn sé allt að 5 milljarðar króna. Sjómenn eru afar óánægðir með skipulag veiðanna